Það er nýr bankastjóri í Íslandsbanka. Það er hann var í fréttunum. Hann segir í einhverju fyrirsögn hans er komin til að vera og vill endurheimta traust. Við spiluðum upptöku af vitnaleiðslu í landsdómi yfir Geir Haarde í gær og sögðum fréttir af því á Samstöðunni, hvernig ykkur til að kíkja á það. Það sem hann, nýji bankastjórinn, er að lýsa alveg ótrúlegum verknaði, þar sem að menn horfa fram á það að Glitnir er bara að falla, það vantar peninga, það er fullt af lánum sem að þeir geta ekki losa sig við vegna þess að þau eru verðlaus, það vantar peninga, þannig að þeir fá ráðleggingar um það að taka þessi svona hálf úldnu lán og setja það inn í nýtt félag, fá viðurkenningu matsfyrirtækjanna á lánshæfi þeirra fyrirtækja sem að gefa svo út skuldabréf og svo fara þau með skuldabréfin og hlaupa með þau til Seðlabankans í Evrópu og fá þar út pening fyrir eitthvað sem er raunverulega verðlaust. Og það er ævintýrlegt að hlusta á þetta, hvet ykkur til að fara inn á Samstöðuna og lesa fréttina og hlusta á nýja bankastjórann, hvernig hann lýsir því hvernig heimurinn er inn í bönkunum. En að því að hann segist alltaf að hann sé komin til að vera, að þá er önnur frétt sem er komin í dag að þingmenn VG eða einhverjir af þeim telja að það verði að skipta út nýrri stjórn, það verði að skipta út stjórninni í Íslandsbanka og kjósa nýja stjórn og sú stjórn verður að velja bankastjóra. Það er að stjórnin sem er þarna núna, hún hafi ekki traust og það sé ekki hennar að velja því hver er að vera bankastjóri. Því að bankastjórin hefur mikil völd, eins og við komum fram, að þá getur stjórnin reki bankastjóran en bankastjórin hann ræður og rekur alla í bankanum og þar með talið þá sem að brutu af sér þegar þeir voru að selja í bankunum. Og ein ástæðan fyrir þessu kannski að VG er að benda á þetta, ég veit ekki hvort að það var, en það má benda, ég hef með gamla fréttina, að Ari Danielsson sem er í bankastjórninni, þetta er gömul frétt, hann er gamall starfsmaður Glitnis eins og núverandi bankastjóri og þarna eru fréttir af því að hann er að fá afskriðar 300 milljónir króna út af einhverju svona gerfi fyrirtæki sem að margir af þessum bankamönnum voru með út í heimi. Þetta minnir að Ari hafi verið með sitt fyrirtæki út í Luxemburg, en það er spurning hvort að við sem þjóð sem að fengu bankana yfir okkur hér fyrir stuttu síðan getum haft þá undir stjórn þeirra manna sem að felldu þá og þannig að þeir hrundu yfir okkur og sem hafði gríðarlega afleiðingar á íslenskt samfélag. Það er aldrei oft sagt, stundum að vera að hæðast að því að fólk að segja að hér var hrun. Málið var að þetta hrun féll yfir þjóðina og féll svo illa yfir margar fjölskyldur. Ég hugsa svona 10.000 fjölskyldur á lágmarki sem enn hafi ekki náð sér. Því að þeir sem að mistu íbúðir sínar í hruninu og hafa síðan hrökklast á leigumarkaði að það er fjárhagslegir erfiðleikar sem ekki bara lenda á fólkinu heldur börnunum þeirra, leggja heilu fjölskyldunar í erfiðleika. Þetta þekkir Ragnar Þór Ingólfsson sem var í Hagsmunasamtökum heimilanna eftir hrun sem var að berjast fyrir berjast fyrir réttlæti fyrir fólki sem var að missa íbúðina sínar. VR samþykkti á stjórnarfundi að hætta öllum viðskiptum við Íslandsbanka ef stjórnin axlar ekki ábyrgð sem að þýðir líklega að stjórnin verði að fara. VR er með milljarða þarna inni því að verkefnisfélögin eiga sjúkrasjóði, þau eiga félagssjóði, þau eiga verkfallssjóði og alls konar sem hafa geymt. Við munum það kannski að fyrir 3 árum að þá dró Efling sína peninga út úr Gamma út af svipum ástæðum, þá var Gamma að ganga fram að þjóðinni og þá dró Efling sitt fé. Ég ætla að lesa aðeins úr yfirlýsingunni hjá VR svo við fáum svona tónin hvað þau eru að segja. Það er brot Íslandsbanka við sölumeðferð á eignarhlut ríkisins í bankanum eru með öllu óásættanleg. Orð eru ekki nóg og það dugar ekki að fórna bankastjórunum og halda svo áfram á sömu braut. Stjórn VR mótmæli því að einstaklingar geti gerst brotlegir við lög og reglur en þurfi ekki að bera af því kostnaðinn heldur séu himintháir reikningar sendir í formi sekta á fyrirtæki sem neytendur greiða á endanum. Þetta segir í yfirlýsingu VR. Önnur frétt tengt þessu Kvika ákvað að slíta samrunaviðræðum við Íslandsbanka. Kannski var það sjálfgefið því að líklega er bankastjórinn sem voru að semja við og stjórnin sem voru að semja við að fara og erfitt að sjá fyrir sér hvernig framhald getur verið að þessu. Þetta er svolítið
kostulegt því að það sem að kemur í ljós með Íslandsbanka er að þetta svona ævintýramennska sem þarna á gólfinu þegar verið að selja hluti í bankanum en Kvika náttúrulega samansafn af svona alls konar sjoppum, þarna inni Gamma og alls konar smá fyrirtæki sem að hafa verið einmitt með svona verið djarfir á fjármálamarkaði. Það ekki þannig að Kvika sé hinn trausti gamli banki sem að blöskra hvað litlu mennirnir að gera á markaði. Þetta eiginlega öfugt, svolítið kostulegt. Varðandi kaupir ábyrgðina þá munið það kannski að Páll Magnússon, hann talaði gegn þessu útboði strax og hann talaði að hann hefði heyrt í mönnum sem hefðu sagt að þið ætla að taka snúning á þessu, að þeim hefðu hringt í þá miðju kvöldi, þeim boðið að kaupa hlutabréf í Íslandsbanka á algjöru spottprís sem þú getur bara geymt í 1 eða 2 daga og svo kassað inn mikinn hagnað. Páll talar að það sé alveg hvellskýrt hver beri ábyrgðin á þessu og ég veit ekki hvort ég bara að lesa það sem hann segir ef við fáum kannski myndina af honum upp svo að þið þurfi ekki að horfa á mig lesa. Hann segir meðal annars í fréttinni, hann segir þetta þannig að Alþingi fyrir hönd þjóðarinnar felur fjármálaráðherra í lögum að framkvæma þessa sölu. Hann hefur endanlega ákvörðunarvald á söluferlinu og þar sem endanlega ákvörðunarvaldi liggur, þar liggur líka hinn endanlega ábyrgð. Þetta finnst nú kannski flestum vera ljóst og þetta hefur stjórnarandstaðan og margir verið að benda á að þegar Alþingi veitir heimild til þess að selja ríkiseign sem hlutur ríkisins í Íslandsbanka, þá fjármálaráðherra farið að gera það. Bankasýslunum var ekki farið að gera það, Íslandsbanka var ekki farið að gera það. Þannig að gagnvart almenningi að þá sá sem að ber ábyrgð á sölunni fjármálaráðherra. Þetta Páll að segja, Páll inn í Sjálfstæðisflokknum. Ég veit ekki hvort að hann sé svona dæmi grasrútina þar inni því að hann búinn að vera ergilegur gagnvart forystunni, meira sem meðan hann var á þingi, hann var ergilegur yfir að fá ekki að vera ráðherra og hann var í uppreist gegn Sjálfstæðisflokknum í Vestmannaeyjum. Hann núna formaður bæjarstjórnar þar fyrir klofningsframboð út úr Sjálfstæðisflokknum. En eftir sem áður þá margir inn í Sjálfstæðisflokknum sem að svona sama sinnis og Páll og það sem að Páll að segja það endurómur af því sem að margir tala í Sjálfstæðisflokknum. Sjálfstæðismenn orðnir dauðleiðir á því að hvert sem þeir fara, ef þeir fara í fermingavislu eða í kaffitíman að þurfa alltaf að vera að verja Bjarna Benediktsson. Ég held að þeim líf bara eins og fólk oft sem að styður okkur á flokka vil miklu frekar tala hugmyndir og stefnu heldur en að vera sífellt að verja forystufólkið. En það svona, það gengur mikið á í ríkisstjórninni og ekki síst í Sjálfstæðisflokknum sem að vill svona ýta undir möguleikann á því að geta jafnvel sprengt ríkisstjórnarsamstarfið. Jón Gunnarsson náttúrulega kannski sérkapituli, hann fór ósáttur út úr dómsmálaráðuneytinu og hann hefur kennt VG það, að VG hafi eyðilagt mörg mál fyrir sér og hann talar svolítið að það sé eiginlega komin nóg af þessu stjórnarsamstarfi, að Sjálfstæðisflokkurinn get ekki unað við það lengur að vera með VG sem að eyðilöggu fyrir þeim mál og það sem að þetta kristast núna hvalamálið og Jón sagði í útvarpinu í morgun að hann vildi nú ekki vera að sprengja ríkisstjórninni í beinni útsendingu eins og hann væri eiginlega til í að gera það bara strax á eftir. Herðu, en það annað fréttamál sem var svolítið stórt í dag sem tengdist Kristrúnu Frostadóttur. Það komu fréttir af því að hún hafi greitt aukalega vegna tilmæla frá skattinum held ég að vera orðað 25 milljónir vegna 100 milljón króna hagnaðar sem að hún fékk með því að kaupa og selja hlutabréf í Kvikubanka. Hún setti frá þessu tilkynningu, sagði það var borgað, mér minnir að tölurnar hafi verið 22 milljónir fyrst og svo var hún að borga aukalega 25 milljónir núna, var búin að borga næstu í 47%. Þetta þýðir það að bankin hefur hafnað í að þetta væri fjármagnstekjur, heldur væri þetta bara hreina launatekjur. Að hún hefði fengið sem sagt hlut í Kvikubanka á ódýru verði sem að væri hægt að bara líta fram í og þetta var ekki raunverulega fjárfesting, þetta voru bara laun.
Það sem athyglisverð í þessu að ég með gamla frétt þarna á skjánum núna sem frétt frá Viðskiptablaðinu sem birtist bara rétt fyrir kosningar. Ég veit ekki hvort þið munið þetta en Viðskiptablaðið birti þessa frétt og Moggi tók þetta upp og það sem var verið að segja að Kristrún væri til rannsóknar að kauprétta samningar hennar í Kviku-banka ásamt öðrum starfsmannabanka sem væri til rannsóknar hjá skattinum. Og Kristrún neitaði þessu og lét ekki ná í sig þarna alveg fram til kosninga og allir þessi PR-kallar sem alltaf í svona umræðu þáttum hafa verið að tala að þetta hafi nú ekki verið vel að verki staði á henni, þetta hafi bent til þess að hún væri svona byrjandi í þessu og hún myndi læra af þessu og við rekna með þið munið þetta. En það málið að á þeim tíma að ef ég er með aðra gamla fréttirna, ef við fáum hann á skjáinn og það sem að Kristrún segir, ef við fáum hann aðeins stærri að því að lesa þess, það sem að ég fekk ekki krónu í kaupaukaugreiðslu, segir hún, sem að eiginlega passar illa við það sem að er að koma í ljós núna því að skattur virðist hafa skilgreind þessar greiðslur eða þessi viðskipti með hlutabréfin sem eins konar laun. Og það sem hún segir í þessari frétt, ef ég má lesa, mín kaup eru ekki til rannsóknar, þessi fjárfesting né ég. Þetta hefur nákvæmlega ekkert með mig að gera. Ég hef borgað mína skatta af þessari fjárfestingu sem ég borgaði fyrir og er í raun ekki í stöðu til að ákvarða hversu mikla skatta ég greiði af því, segir hún. En meðan við frétti dagsins í dag að þá er þetta ekki rétt hjá henni því að það kom eitthvað svona endurálæring í kjölfari á þessu rannsókn sem að Viðskiptablaðið birti á sínu tíma sem að leiddi til þess að hún borgaði aukalega 25 milljónir. Herðu, svo er náttúrulega frétt sem að kom í vikunni fyrir ekki gærkvöldið heldur kvöldið þar áður hjá RÚV uppboðið í Reykjanesbæ. Þetta heldur svona áfram eins og í mörgum málum og þá núna benda allir hver á annan og það sem að sýslumaður og svona framkvæmdara aðilar uppboðsins segja að þeir segja að þessi bærinn sem sé gerðarbeiðandi og það svona beri bærinn sökina. Ef að bærinn hefðu ekki viljað að þetta gerðist, þá hefur ekki átt að fara fram á uppboð. Bærinn segir hins vegar, já, við vorum ekki að fylgjast með þessu, við erum að innheimtuferli eitthvað út í bæ, við erum búin að útvista eitthvað út í bæ og þetta bara fefur sinn gang og svona computer say no. Þannig að bærinn segir að það verið eitthvað computer, eitthvað svona vinnuferli í bænum sem að innheimtu fyrirtæki eitthvað stórt í bæ sem að var þess valdandi að eignin fór á uppboð. Bróðir Kuba, þeir heita Polkovski bræðurnir, bróðir hans Maciek sem að ég held að hafi verið þarna áðan, ég var með mynd af Facebook-færslu sem að þessi fréttir úr. Hann skrifaði og það sem við langar aðeins að fjalla það vegna þess að það gerist oft þegar svona fréttir í gangi að þá birtist hópur af fólki sem ætlar að segja okkur að raunverulega sé brotaþolinn eða þolandinn í einhverjum málum, hann sé ekki góðu pappír og bróðir hans Kuba, Maciek, hann skrifar nú verð ég bara að skrifa eitthvað því að ég fæ illt í hjarta að lesa öll þessi skítakomment bróður minn. Fyrir 10 árum veiktist bróður minn eftir alvarleg læknamistök. Með tímanum því eldri sem hann varð, því meira þunglindur varðan og byrjaði í neyslu 19 ára gamall. Hann byrjaði að hanga með fólki sem kemur honum meira og meira inn í eiturlyfja heiminn en þegar hann lendir í öllu þessu vesinni verður hann einn eftir og allir svokallaði vinir láta sig hverfa. Ekki bara það að það var lækni að kenna að lífið hans er ónýtt, það sem eftir er, þegar hann var bara 13 ára, en eina sem hann fékk út úr þessu voru peningar sem dugðu til að kaupa eitt hús. Finnst það bara galið til að byrja með, en myndu þið vilja skipta á lífinu ykkar fyrir eitt hús, spyr bróðir hans Maciek sem að fær, eins og hann segir, fær stingi hjarta við að lesa það sem að fólk er að skrifa að raunverulega geti Kuba sjálfum sér kennt vegna þess að hann hafi verið í notað eiturlyf. Og þetta er ekkert einsdæmi í íslensku fjölmiðlum að það er svona ráðist á þá sem er í fréttum, þar sem kemur eitthvað fólk sem er að segja já, þetta er nú flóknara heldur en það og það er margt sem er að þessum Kuba og kannski á hann bara skilið að húsið sé tekið á hann og fyrir eitthvað 3 milljóna króna skuld. Þetta er alveg ólíkjum. Herðu, annað mál.
Gengi Alvotech ekki lægra í 7 mánuði séð fréttir dagsins. Það kom í nótt fréttum því að lyfjaeftirlitið í Bandaríkjunum ætlar ekki að veita þeim leyfi. Þetta er annað skipti sem Alvotech fer fram á leyfi fyrir líftæknilyf og allt business model þeirra er eiginlega byggt upp á því að fá leyfi inn á Bandaríkjamarkað, því að Bandaríkjamarkað er svo stór lyfjamarkaður að þó svo að þessu komið með leyfi á Íslandi og Þýskalandi og hingað og þangað og Evrópu, að þá dugar það ekki til þess að borga hana kostnað. Við sjáum það þegar eru koma uppgjör frá fyrirtækinu. Þeir voru með 40 milljarða tap á fyrstu 3 mánuðum þessa árs. Þannig að þetta fyrirtæki þarf að vera gríðarlega peninga til þess að halda þessu á floti, og það að þau komist ekki inn á Bandaríkjamarkað kippir eiginlega fótunum undan. Það voru fréttir af því að Róbert Wessman ætlar að leggja til úr eigin vasa, ég minn ekki, var ekki 13 milljarðar eða var það 14 milljarðar, rúmir 13 eða tæpi 14 milljarðar sem hann ætlar svona að taka til, fann þá í vösunum til þess að halda þessu gangandi. Ótrúlega ríkur maður en Róbert. En það sem að vantar eiginlega í þess að fréttir, af hverju fáðu ekki leyfi? Af hverju koma svona einhverja athugasemdir að það sé eitthvað að starfsemin í Reykjavík, að það sé ekki alveg nógu gott hjá þeim? Ég er með kenningu. Það er ópíóða faraldur í Bandaríkjunum sem hefur kostað tugþúsundir manna líf, er bara hryllilegt ástand í Bandaríkjunum, og það er byggt á markaðssetningu lyfjafyrirtækja sem að keyrðu raunverulega ópíóða lyf yfir bandarískt samfélag og það var valdið stórkostlegum skaða. Þegar það er birtu listi yfir hverju bera ábyrgð á ópíóða faraldrinum í Bandaríkjunum, þá er það oftast bara svona stuttulisti, en þegar lengri listin birtir það, þá er Róbert Wessman á honum, því hann var að vinna hjá hvað heitir það aftur, lyfjafyrirtæki í Hafnarfirðinum, Actavis, hann var að vinna hjá Actavis þegar Björgúlfur Thor átti það og átti eitthvað hluti í því, og Actavis var eiginlega fyrsta samheitalyfjafyrirtæki sem að tók þessi ópíóðalyf og keyrðu yfir Bandaríkin. Þannig að mig grunar, og þannig hegða oft stofnanir í Bandaríkjunum sér, að ef þú ert á eitthvað svona lista, ef þú ert ekki þú getur bara verið á svörtu lista og þá bara færð ekki leyfið og þið tefja það, en það er enginn í lyfjastofnun Bandaríkjanna sem ætlar að lenda á forsíðum blaðanna fyrir það að hafa veitt einhverja sérstaka fyrirgreiðslu til einhvers manns sem var einn af þeim sem ber ábyrgð á ópíóða faraldrinum í Bandaríkjunum. Þetta er mín kenning. Annað sem ég ætla bara í lokin að reynfrétt að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun sendi frá sér mánaðarskýrslu, og þar kemur fram að það er svo misvísandi fréttir af þessu nefnilega. Einhvers staðar heyrði ég það að framboðið var að aukast, en framboðið er ekkert að aukast. Framboðið er að aukast í þeim skilningi að íbúðirnar seljast ekki, og þegar íbúðirnar seljast ekki, að þá eru fleiri íbúðir til sölu á listanum hjá fasteignasölunum. Það bætist þess alltaf eitthvað inn, en það verður hægar út, þannig að það sem að þýðir raunverulega það eru færri og færri sem eiga efni á að kaupa. Og ástæðan fyrir að fólk á ekki efni á að kaupa er það að vextirnir hafa hækkað og að það er búið að þrengja að greiðslumatinu, þannig að það eru færri og færri sem að sleppa þar í gegn. Þannig að ég skrifaði þarna inn á Samstöðuna, það getur farið og skoða þetta. Ég var að taka dæmi af hvernig svona markaðsbrestur það var. Við getum ímyndað okkur þetta sem matvörubúð, og það er mikil eftirspurn eftir mat og það er ekki nógu mikið framleitt, þannig að verðið hækkar, og þegar verðið hækkar þá er aukin verðbólga og stjórnvöld líst ekki á það. Það er alltaf mikil verðbólga í landinu, þannig við verðum eiginlega að stoppa þetta ástand þannig í matvörubúðinni. Og það þýðir ekkert að hvetja þá sem er að framleiða meira, því að þeir fara að framleiða temmilega nógu mikið til þess að halda upp í háaverðinu. Ef þau myndu framleiða meira þá myndu að lækka verðið. Það er betra fyrir þá, hugsa þeir, að framleiða lítið og fá mikið fyrir það, heldur en að framleiða meira og fá minna fyrir það. Ég græði bara meira á því að framleiða lítið, segja þeir. Þannig það vantar matinn í búðina og verðið hækkar, og þá koma stjórnvöld og segja, við verðum eiginlega að stoppa þessar verðhækkanir í búðinni. Við verðum að setja eiginlega mörk á því að það fær enginn að fara inn í búðina nema þeir sem eiga mikið pening. Þannig að þeir sem eiga ekki nógu mikið pening, að þeir verða bara að fara heim og svo gengur það ekki. Þannig að það hækkar alltaf mörkin á því að fá að fara inn í búðina. Og það er leiðin til þess að lækka mögulega verðið. Það er nú verið færri inn í búðinni og mögulega lækka verðið vegna þess að minni eftirspurn eftir vörunum sem þeir eru inni. En fólkið sem var í biðröðinni, og þess vegna var ég með mynd af biðröðinni fyrir utan matvörubúðir í Sovjetana, íslenska stefnan er svo að taka fólki sem er í biðröðinni að bíða eftir vörunni og flytja eitthvað annað, og við veitum alveg hvað er gert þetta fólk. Það er hrakið í burtu frá búðardyrunum og sagt að fara út í gúlag leigumarkaðarins. Og gúlag leigumarkaðarins er þannig að það er ríka fólki sem á efni að fara inn í búðina og kaupa matinn. Það fer með matinni og selur það stykki fyrir stykki á miklu hærra verði til þeirra sem ekki hafa efni að fara inn í búðina.
Þetta lausn íslenskra stjórnvalda við húsnæðisvandanum. Vegna þess að eina sem þau sjá, eina vandamál ekki það að fólki vanti húsnæði, að fólk sé að líða bara vonda tíð, ömurlega tíð á leigumarkaði, heldur líta þau að vandinn sá að þetta ýtir upp verðbólgunni. Og það vandamál. Og þessum ætlaði bara að fástu mælinn á verðbólgunni en ekki leysa vandamálið. Þetta var nú fréttaskýring í lokin, en við ætlum að enda á fréttaskýringu götunar. Hann Karl Héðinn Kristjánsson, hann fór út á götu og hann ræddi við fólk um helvítis verðbólguna og blessaði ríkisstjórnina eftir augnablik. Já, samstöðin að tala að vegfarandum við Bónus í Skipholti og spurði út í verðbólguna og aðeins út í ríkisstjórnina. Þetta var að fá? Ég var að kaupa fisk núna. Það er svona rúmar 2 máltíðir fyrir 7.000 krónur. Mikill munur frá því fyrra, finnur það? Já, þetta er rosalega munur. Já, ég veit ekki alveg hvernig þetta endar. Við með unga stráka og þeir ekkert að ná að festa sér íbúð eða neitt, sko. Það er mjög erfitt, það mátt ekki borga meira en 40% ráðstöfunartekjum í afborgun. Þetta er ekki hægt. Finnst þér ríkisstjórnin verið að gera nóg til að mæta ástandinu? Nei, ég alfarið á móti þessari ríkisstjórn. Ég alveg búin að hafa mig upp satta. Mér finnst núna mér finnst að fjármálaráðherra ætti hiklaust að víkja. Þetta er rosalega spilling í þessu þjóðfélagi. En þetta fólk ekkert annað en að ferðast. Bara að fljúga og menga. Það er svolítið þannig. Svo hinir bara að sitja heima. Finnst þér ríkisstjórnin verið að gera nóg til að mæta ástandinu? Nei, mér finnst það ekki. Mér finnst þetta bara alveg furðulegt að þið skuli geta bara, þú veist, hent milljörðum í þennan fundundaginn og einhver flottrafið sáttur og öllu. Og svo spyr maður sjálf, hverju fengu að kaupa þessa áttibíla og hvað kostuðu þeir? Sérðu fram á að geta einhvern tímann tekið lán þó þú náður að safna þig mikið, af því að þú mátt ekki borga meira en 40% af ráðstöfunartekjunum í lánið? Já, líka náttúrulega fyrsta lánið sem þú tekur má ekki vera óverðtryggt, þannig að þú veist, ég ángriðs skil ekki alveg hvernig ég á að, þú veist. Engin leið út? Nei. Ertu ánægð með ríkisstjórnina? Nei. Íslandsbanka dæmi smá svona í bylli. Finnst þér vera spilling hérna? Já, ég pæli samt ekkert, þú veist, ég ekkert að fylgjast mikið með þessu, það truflar mann bara, sko. Þú veist, ég get ekki stjórnað neinu, þannig að, já. Finnst þér að Bjarni Ben fjármálaráðherrann beri ábyrgð á sölunni og hann að gera eitthvað í því? Já, en hann munur aldrei gera neitt í því, af því þetta er Ísland og það gerist aldrei neitt. Við erum alltaf að kjósa nýja ríkisstjórn aftur og aftur og aftur, en það breytist aldrei neitt, þannig að, þú veist, já. Finnst þér að hafa minna á milli handana núna eða bara svipað? Bara svipað svona, held ég. Ertu ánægð með ríkisstjórnina, hvernig hún að taka á ástandinu? Ég nú ekki að taka á ástandinu, held ég. Ég held ekki. Ég hef búin að fá þetta áður frá fólki. Nei, hún bara í einhverjum leik, sko, held ég. Finnst þér þú hafa minna á milli handana? Er erfiðara efnahagslega þessa dagana? Það er mjög erfitt til að kaupa. Svo síðastu tími sem ég fyrst kaum Bónus, eitthvað Doritos kostaði 190 krónur en núna það er 300. Ertu ánægð með ríkisstjórnina og hvernig hún að taka á ástandinu? Ég vil helst ekki ræða það einu sinni og ég hef ekki séð það ennþá hún hafi tekið á neinu. Engar raunhæfar aðgerðir svona? Engar aðgerðir. Ertu að borga húsnæðislán eða ertu að leigja? Finnur þú fyrir hækkandi afborgunum? Nei, ég bara sem betur fyrir skuldi ekki neitt, sko. Veitnaði um hefnu? Ég veit ekki, bara kannski orðinn gamall, en ég vildi ekki vera ungur í dag allavega með þetta dót á bakkinu, það var hækkað helming og allt helming. Ég held að það verði bara tekið einu sinni enn í þvottavélina, krónu þvottavélina og liðið setta bara á hausinn, sko. Akkurat. Fyrst skiptið. Nei, mitt. Takk hérlega. Íslenski veruleikinn.